sé ekki eins og ég hafi verið að taka þetta upp hérna. Við taka upp. Vinir mínir. Stundum finnst mér ég ekki geta talað. Og stundum finnst mér ég ekki geta skrifað. Ég að skrifa tölvupóstum fullt af tungli. Bla bla, skilurðu. Ég nenni ekki að skrifa alveg meira í dag. Þannig að segja ykkur frá því. Hérna það. Hérna fulla tunglið okkar. Sólin krabba, tunglið í Steingeit, fullt tungl í Steingeit. Núna mánudags aðfaranótt, í rauninni aðfaranótt þriðjudags, right? Mánudagskvöld. Rétt fyrir miðnætti þetta var. Sko, nýja tunglið sem var fyrir 2 vikum var í Tvíbura og það var mjög mikið svona hvetja ykkur til að vera opin fyrir nýju og spennandi og bla bla. Bara allt nýtt og eitthvað svona sjá heiminn frá mismunandi sjónarhornum og vera opin fyrir mismunandi staðreyndum og bla 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 eitthvað svona. Sjá nýja leiðir til að gera hlutina eitthvað. Svo fór sólin yfir í krabba og krabbin svona aðeins viðkvæmari, hvetur okkur til þess að reyna að fagna viðkvæmninni í staðinn fyrir að felana og verndana of mikið inn í krabbaskilin okkar, fæði. Núna fullt tungl í Steingeit. Steingeit, hún ekki alveg jafn tilfinningarík. Hún andstæðan á krabban, þannig hún mjög svona, já. Ég bæði ekki búin að klára þetta, þannig að ekki lesa þetta því þetta var ekki eins og Steingeit og tunglið. Það sem var neðst var Bogmannatunglið og af hverju þið að lesa það. Já, svona, allavega. Sorry, ég ætlaði ekki að vera svona fúl. Excuse me, guys. Allavega, fullt tungl í Steingeit. Bara að hvetja ykkur til þess að taka það sem við erum búin að læra, allt það nýja sem við erum búin að læra. Og þetta pínu svona check-in og þetta svona, þegar tunglið fullt þá sjáum við svona í ljóma tunglsins allt sem við mættum gera betur, allt sem hefur gengið vel, maður sér svolítið skýrt svona stöðuna. Og þarna Steingeitin eitthvað svona, ok, hvernig getum við nýtt þetta? Því að Steingeitin vill alltaf afreka eitthvað. Hún er með eitthvað mission, hún er alltaf að vinna að einhverju, líklegast einhverju stóru, skilurðu. Og hérna verið bara að hvetja ykkur til þess að taka eitthvað svona, ok, fullt af nýjum upplýsingum og hvernig ætlum við að nýta þær. Hvað ætlum við að velja og það Steingeitin líka mjög meðvituð að við höfum ekki endalausan tíma. Við getum ekki gert hvað sem og við getum ekki endilega gert allt sem við viljum gera í þessari lífstíð. Við höfum bara x langan tíma lifandi. Þannig hún svona, ok, hvað ætlum við að velja? Hvert erum við að stefna og hvernig getum við nýtt það sem við vorum að læra inn í þetta? Sem mér finnst samt ótrúlega merkilegt með þetta út af því að nýja tunglið það var eitthvað í gangi með Úranus og nóðurnar. Örugglega bara það sama í gangi núna reyndar. Það eru mynda svona T-square. En ég held að það hafi verið með eitthvað aðeins meira. Ég held að það hafi verið á sama stað líka og tunglið. Nei, ég að ljúga ykkur bara. Allavega, mér finnst það ennþá vera merkilegt út af því að Steingeitin hún mjög svona fylgir lögum og reglum og fylgir yfirvaldi. Þannig að hún snýst líka svo mikið að læra að vera þitt eigið yfirvald, að þú ræður þér, fattarðu? Ekki vera eitthvað endalaust að fylgja öllum svona lögum og reglum og öllum römmunum sem samfélagi vill setja okkur inn í. Heldur þú mátt búa til þína eigin ramma, en það getur verið mjög krefjandi fyrir Steingeitina út af því að hún svo tengd við þetta hann ramma, hann svona structure, skilurðu, bara lög og reglur og og hún vill að við tökum ábyrgð og bla bla bla, skilurðu.
En það er svo mikilvægt að geta tekið ábyrgð á sér en samt að vera að fylgja sínu en ekki bara það sem að samfélagið vill endilega fá frá okkur fætti. Þannig að læra að vera svona sitt eigið, finna sitt innra yfirvald í rauninni. En út af því að stengitar er fullt og stengitin er eitthvað svona hei, hvernig getum við græða þetta og nýtt þetta og let's go guys. Hún er þannig, finnst mér. En svo er Úranus hérna og Mars hérna að mynda, sko, hérna er nóðunar alltaf í andistöðu og svo er það að mynda svona T-square þannig að þetta verður eins og T, ding, ding, ding. Og Úranus vill hrista upp í hlutunum og nóðurnar eru mjög svona karmískar og snúast hvernig við höfum verið að gera hlutina. Þetta er meira svona aðeins sem samfélag en samt ekki bara sem samfélag. Og hvernig við, þú veist, ég hef ekki tíma til að tala þetta allt. En mér finnst þetta að vera svo mikið svona hey, let's go. Og Mars er inn í Tvíbura, við vorum með nýtt tungl í Tvíbura áðan fyrir 2 vikum. Og mér finnst þetta að vera svo mikið svona, skulum samt ekki festa okkur inn í einhverjum römmum. Við þurfum ekki alltaf að fylgja reglunum. Stundum má stela. Ég ætla ekki að segja meir. Og því það er ekki gott. Ég fucking elska að stela. Ok. Ég þurft að segja það. Kannski er ég að plata, ég er örugglega að plata. Ég er einhverjum galsa. Allavega. Já. Ég er með All You Need Is Love á heilinum. Það er örugglega eitthvað skilabóð. Það er skilabóð í svolítið. Svo er hérna að sjá ég Merkúríus í krabba þó það er svona S sem þýðir hann er stationed retrograde þannig að fara að ganga aftur. Ég nenni ekki þannig að það heldur út af því málega ég er með smá bara svona ok, þú veist þetta, mér finnst þetta alltaf að vera ógeðslega merkilegt og magnað og eitthvað en maður fyrir að lesa í hvern einasta dag og allt sem er í gangi alltaf, þá missir maður heldur bara vitið. Eitthvað svona, og því orkan er alltaf að fara að hafa áhrif. En hvort viljum við, þetta er eitthvað svona, það er að finna eitthvað balans. Því ég finna að ég er að fá ofnæmi fyrir því hversu alvarlegt allt er á netinu. Það er bókstaflega gera bara svo vilt. Og verður góð við fólk. Bókstaflega All You Need Is Love eins og bílarnir segja. Þetta var þó ógeðslega langt. Lol, ok, bye.